Á bænum Grýtubakka í Eyjafjarðarsveit búa hjónin Stefán og Júlíane og reka þar ferðaþjónustu fyrirtækið Pólarhesta, þar sem þau bjóða ferðamönnum og öðrum upp á lengri og styttri hestaferðir. Við slóumst í för með Stefáni og riðum svæðið neðan við Grýtubakka og nutum þess að fræðast örnefni og staðarheiti á meðan, en þar Stefán öllu kunnugur. Við erum með í marga 16 vikuferðir á sumrin og svo erum við að bjóða upp á líka stuttarferðir, 2 tímaferðir, klukkutímaferðir og dagsferðir. En núna á veturnar þetta aðalega bara svona klukkutíma, 2 tímaferð. Og mest af þessu sem kemur núna útlendingar, svona 2 og 3 saman. Og hvernig vetrarferðamennskan eitthvað orðin meiri hjá okkur? Já, hún miklu meiri núna síðustu 4-5 árin en hún var árin þar á undan, en við erum ekki að sjá neitt massa fólki hérna fyrir norðan eins og þeir eru að sjá fyrir sunnan. En það erum við bara með 13% af gistináttum yfir landi sko. Norðurland með að við sko, þeir eru með miklu meiri nýtingu fyrir sunnan sko. Í dag eru hjá Pólarhestum 140 hross, en það hefur ekki alltaf verið svo margt. Hvernig ætli þetta hafi allt saman byrjað? Já, þetta byrjaði nú bara svona eins og maður segir fyrir, eiginlega kannski svona meira að forvitni heldur en alvöru. Við vorum með eitthvað 14-15 hesta. Það var maður í Reykjavík sem var kunningi minn sem að segir við mig, Jóhannes Eiríksson heitir hann, segir við mig eigum við ekki að pröfa Stefán að gera eitthvað svona hestaferðir og ég sagði jú, ég er til í það og svo byrjaði þetta þannig. En segðu mér aðeins með hestana, hvernig haldið þið 150 hestum í formi? Það er semst, þið ríðið ekki út á þessu öllu eða? Nei, það er nú ekki gert. Við reynum bara fyrst á vorin þegar við erum búin að játna meiripartinn af þessu, þá við reynda að fara bara fyrst hægt og rólega svona á stað meðan hrossin er að komast í form. Og svo er þetta nú, svo er bara að fara á stað í ferðirna sko, eins og ég segi sko. Við erum mikið í ferðum alveg, eins og í sumar, við förum alveg austur á Raufarhöfn, eina ferð, það er dálítið löng ferð. Og við erum mikið hérna í ferðum hérna bæði út í fjörðum og eins upp í Mývatnssveit, Bárðardal. Já, er ekki mikið umstang í kringum þetta? Þetta er bara, eins og maður segir, þetta er stuttur tími, þetta eru mest 3 mánuðir yfir sumari og þá er þetta náttúrulega bara botnlaus vinna sko. Það vinnur bara frá því að vakna og sofnar, það er bara svo einfalt. Eru þið með oft krakkar sem koma og er að vinna hérna hjá okkur? Já, það er oft sem að krakkar koma og eru hjá okkur stuttan tíma í svona starfsþjálfun og hérna stundum erum við að taka frá svona skólum eins og Valdórskóla, krakkar sem eru hjá okkur í stuttan tíma í svona starfsþjálfun og það er virðist vera óvolið mikið aðsókn í þetta. Þetta er náttúrulega nákvæmlega það sama bara eins og þegar við Íslendingar erum að sækjast eftir að komast einhvers staðar á búgarð út í heimi þegar við erum ung. Með okkur í reiðtúrnum var par frá Berlín, þau María og Adrian sem er á ferðalagi Ísland og svo ung stúlka frá Köln, Leonie Winkler, en hún dvelur á Grýtubakka í 5 mánuði. Þetta hefur verið draumur hennar í mörg ár og sjálfa hún íslenskan hest heima í Þýskalandi. En þetta fólk sem er að koma hérna, útlendingar, er fólk ekki ofta að prófa bara að sitja hest í fyrsta skipti á ævinni? Jú, ég myndi segja á veturnar er þetta meiri parturinn, 80% er fólk sem hefur aldrei komið á bak. Eða kannski eins og tvisvar sko og þetta er fólk sem bara kemur á bílum og rennir hérna við, bókar í gegnum neti eða hvernig þetta á sér stað sko. Og hvernig gengur það? Þið hljótið að hafa lent í ýmsu? Jú, það er sko, til allra guðslöku hafi við nú á öllum þessum árum verið heppin með sko slys, þetta verður alltaf eitthvað það. En maður svona, við reynum að lágmarka það eins og mögulega við getum. Bæði með að fara ekki á hratt og hérna passa upp á að vera ekki að gefa út hesta sem að nema við tristum 100%. Já, og þið passið það að finna réttan hest fyrir hvern einstakling? Já, við reynum. Stundum er betra að gefa of rólegan hest heldur en of speedy eins og maður kallar það. Ég man eins og eftir fyrir mörgum árum síðan að kom stúlka, hún var ekki í útlend, hún var úr Reykjavík og ég sá bara hún var í 9 reiðgalla alveg frá toppi til táar og mér datt náttúrulega ekki til hugar, ég spurði hann ekki hvort hún var í vön og lét hann að hafa ótalega viljugan hest, ég mútti sækja hana bara upp í hólf því að hestinu fór bara með í kvelli. Það er ýmsa svona upp á kominu sem á átt sér stað en til alltaf guðslöku var ekkert slys að því sko. Og þú ert búin að vera í þessi, hvað, 30 ári sumar, byrjaði 1985, eins og ég segi með 14 hesta, nú er orðin 140. Þannig að þú ert öllu vanur, áttu ekki einhverjar skemmtilegar sögur úr bransanum? Jú, það er margar sögur, margt skemmtilegt sem við skeið. Ég man eftir fyrstu árunum þegar ég var að byrja í þessu og vorum út í fjörðum. Við vorum einhverja 6 tíma á leiðin útir og
og það kom til mér kona þegar við komum niður í kofa og segi Stebbi hvað gerst ég á klósetti og ég sagði þeir farðu hérna bara bak við hólinn og hún kom eftir 10 mínútur konin greið og fann ekkert klósett náttúrulega en það var ekkert klósett. Það var ekkert klósett þannig bak við hólinn? Nei, svo þetta var svona ekki kannski nú vel útskýrt af minni hálfu. Þetta bjargaðist, hún fór aftur bara. Eftir stór skemmtilegan og lærdómsríkan reiðtúr var kærkomið að fá boð í kaffi hjá húsfreyjunni sem að sögn Stefáns heilinn á bakvið þetta allt saman. Ég eiginlega fædd í Þýskalandi en ég bjó aldrei þar, ég var að alast upp í Sviss. Já. Og hvernig endaðu hérna á Grýtubakka? Ég kom hingað fyrst í, minni mér rétt, endan að júni, byrjan júli 93 og þá fór ég í hestaferð með Stefáni út í fjörð. Þetta var svakalega falleg ferð og svolítið erfitt og ég ákvað bara að koma aftur hausti af því að nú reyndi ég að æfa mig aðeins meira úti á hestbaki og svo kom ég bara aftur í göngurnar í september sama ári. Já, og svo bara þróaðist þetta svona smá saman áfram. 94 í sumarið þá reyndi ég að taka mér 3 mánaði frí í vinnunni og ég kom hingað og reyndi bara að finna út hvort það sé eitthvað sem ég gæti gert. Já. Og ég ennþá hér, núna 20 ár síðan. Þannig að þetta gekk upp. Þetta orðin svona langt síðan, já.